Guð hefur vakið okkur til vitundar þann afar mikilvæga sannleika varðandi manna, sem hluta af ferlinu til að hjálpa okkur að átta okkur á hver Kristur er. Fyrir 2000 árum spurðu margir gyðingar, farísear, fræðimenn og aðrir Ísraelsmenn Jesú: Ertu í raun Guð sem á að koma á þessa jörð? Á þeim tíma vakti Jesús þá með dæmi að hann sjálfur sé lífsmanna sem kom niður frá himni. Ísraelsmenn spurðu Jesú manna og sögðu: Forfeður okkar borðuðu manna í eyðimörkinni. Getur þú sýnt okkur kraftaverk, svo sem að láta manna rigna úr himni í 40 ár? Jesú svaraði: Ég manna, lífsins brauð sem kom niður frá himni. Hann lagði áherslu á þetta nokkrum sinnum, aftur og aftur. Hins vegar, þótt þeir vildu þekkja Guð, trúðu þeir ekki á Jesú. Sama gildir á þessum tíma. Lærisveinarnir sem voru með Kristi trúðu því að hann væri raunveruleiki manna, þrátt fyrir að margir gyðingar trúðu honum ekki. Jesú spurði: Ætlið þið að fara líka? Þegar Jesú spurði þessa spurningu, svaraði Pétur: Drottinn, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs. Fylgjum við þér ekki, vitandi og trúandi því að þú sért raunveruleiki lífsins manna sem steig niður af himni? Pétur bar Jesú þannig vitnisburð sinn trúna. Jesú svaraði: Hef ég eigi sjálfur útvalið ykkur 12? Guð hefur gefið sannleikann slíkum fólki. Guð leyfði þeim að átta sig á því að Kristur er raunveruleiki manna í gegnum nýja sáttmálan sem kallast páskar. Þegar við höfum fullkomna skilning á því sem gerðist fyrir 2000 árum, getum við skýrt skilið hvernig Kristur mun birtast okkur á þessari öld.